Góðir áhorfendur, við ætlum að endursýna skaupið frá því í fyrra, vegna þess að það er niðurskurður og það hefur ekkert breyst. Bara grín. Færibandið og ég vil vita hvað áhorfendur halda með þessa útrásavíkinga er nauðsynlegt að skjóta þá. Hvað var gert við svona menn í gamla daga? Voru þeir ekki bara flengdir opinberlega? Eða eitthvað bara. Sigurður Einarsson, þú ert hér með dæmdur fyrir landráð. Ég yðrast einskis! Og það er ljóst að mikið mun mæða á embætti sérstaks saksóknara nú þegar hinn margboðaða rannsóknarskýrsla hefur loks verið gerð opinber. Skiptum yfir í Þjóðmenningarhúsið, þar er Páll Hreinsson mættur með skýrsluna. Hæ. Sorry, hvað ég segi? Er eitthvað krassandi í þessari skýrslu? Já. Og þetta bankalið, það er alveg klikkað. Ég er að segja ykkur að þetta er kolbílalið. Nefnt okkur dæmi? Get ég nefnt dæmi? Já. Hlusta á þetta. Eldgos! Hæ? Hvar fór það? Jæja, Gunni minn. Nú er að hafa hraðan á þegar það fara að gjósa. Þú er að rýma svæðið. Já, elsku drengurinn minn. Rýma svæðið. Já. Já. Svæðið, væðið, flæðið, græðið, sæðið, fræðið, mæðið, blæðið, bræðið, væðið. Var ég búinn að segja það? Got to the airport. Sorry? You only found out when you got to the airport. You didn't know in your hotel. No. I hate Iceland! I hate Iceland! Minn góður. Hann hatar Ísland. Það var einhver að fara í viðtal og gjóti ákvaða yfirlýsingu. Ha? No, what the world should be really worried about is Katla. That is a vicious volcano. If you think the dinosaurs had it bad, you ain't seen nothing yet. Það verðum að gera eitthvað til að bæta ímynd landsins, ímynd Íslands. Hvað getum við gert? Hvað með að setja vefmyndavélar út allt til að sýna Ísland er í lagi? Like á það. Gerum svona hipp og cool myndband. Tónlistarmyndband? Íslenskt? Já. Íslenskt tónlistarmynd. Náttúra. Víkingar. Hér er íslenski þjóðbúningur. Já. Íslenski fossar, Geysir, biskupsar. Ekkert, enga biskupa. Hundur. Hundur. Norðurljós. Dansandi sjómenn. Snillt. Já. Skrifa það nær. Já.
Hvar Eva? Nú, hún farin. Óli minn, ég vildi bara benda þér á að allar upplýsingar eru á vefnum mínum. Strákar. Svo rykki ég bara gömlu bankana vangoldin laun. Ég vil ekki vinna, ég vil bara drekka drykk. Kaupa ykkur eignirnar, bits fyrir slikk. Ég vil ekki vinna, ég vil bara drekka drykk. Senda ríki reikningin, bits þetta sick. Það helst í fréttum að landkynningarmyndbandið Inspired by Iceland fer eins og eldur í sinu allan heim. Talsmaður Google segir orðrétt í tilkynningu sem hann sendi frá sér í morgun: viljið please hætta að senda þetta fucking myndband. Hæ, þú getur ekki ímyndaður hvar ég er. Allavega ekki á Íslandi. Hey, fyrst og brun. Þjóðin hrædd og rakin inn í smán og einangrun. Hey, svo kam bros. Og í gegnum mökkinn sástum varla nokkurt minnsta bros. En hey, hvað að? Við dönsum okkur bara í gegnum dag. Við hoppum bara sig heilinu. Og hinga flötu túristur. Við erum bestu heiminu. Það eitthvað svo rátt við þetta. Veitu hvað, eru þið búin að bíða lengi það? Já, 5 daga. Guð, eldgósið. Eldgósið? Iceland Express. Jæja, þú reynir bara að láta fara vel um þig. Þú þarf bara að hvílast vel og þá verður þetta allt í lagi. Kæru landsmenn, nær og fjær, velkomin í síðustu hringekjuferðina. Það dregur til tíðinda í þættinum í kvöld, því við fáum að vita hver er hæfileikaríkasti Íslendingurinn. Vinningshafi fær vegleg verðlaun út að borða á hamborgarafabrikuna. Heyrðu? Það stendur hérna að nokkur undir eintök af bókinni hennar Jónínu hafi verið tvítalin á metsölulistanum. Hún var víst ekkert svona mikið seld. Ég hef á kenningu að Jónína sjálf hafi verið tvítalin bara strax í fæðingu. Hvað meinar þau? Það er bara miklu meira framboð af henni en eftirspurn. Þá eru borgarstjórnarkosningunum í Reykjavík lokið og spennandi að sjá hvað kemur upp úr kossunum.
Fyrirgefðu, ég ætla bara að segja að mér finnst alveg æðislegt að þið séu komnir aftur. Hvað meinarðu? Vá, talar svona góða íslensku? Já, ég er íslenskur. Já, einmitt. Fyrirgefðu, úps, ég bara út af sem sagt... Já, það er mottumars. Hvernig er þetta? Er þetta Jesúbarn ekki gildi líka á skólalóðum? Já, nei, þetta er ekkert trúarlegt, sko. Þetta eru innheimtufulltrúar frá hraðpenningum. Krossfestan Hermann Jakob litla. Hann hefur ekki náð að borga eitthvað. Makrílstríð er hafið milli Skotlands og Íslands. I hate Iceland. Panorama, nýr ferðarþáttur með Ívari og Arnari. Aftur að niðurskurði og sameiningum. Framleiðslu verður hætt á eftirtöldum þáttum. Kastljósi, útsvari, návígi, poppunkti, hringeikjunni, landanum, Silfri Egils og stundinu okkar. Þessi þættir verða í staðinn sameinaðir í nýjan þátt. Hinn nýji þáttur mun heita Hrærivélin og verður fréttatengdur skemmtiþáttur með gamansömmum landsbyggðarvinkli, tónlist og smotteri fyrir börnin. Einhver verður að taka sér stjórn þáttarins og þar sem ég er eini starfsmaður RÚV sem renni vinnu, tekið það á mig. Velkomin í Hrærivélina. Fyrsti gestur okkar er biskup Íslands, herra Karl Sigurbjörnsson. Sæll. Karl, Þjóðkirkjan. Á hún erindi við fólk í dag? Já. Rangt. Ómar Ragnarsson. Já. Nei. Rétt. 1200 stig. Glæsilega. En við kíktum út á land og við spurðum Ísfirðinga, er gaman að búa á Ísafirði? Þá er landsbyggðin afgreidd, en næst skulum við kíkja á gamalt myndbrot úr safni sjónvarpsins. Gamalt og gott, en takk fyrir í kvöld.
Við sjáumst aftur í þar næstu viku. Þátturinn verður í fríi í næstu viku. Takk fyrir og góða nótt. Það eru tímamót í samgöngusögu Vestmannaeyja. Liðnir eru dagar 4 tíma sjóveiki siglinga því Sandeyjahöfn mun taka okkur eyjamönnum hagnandi. Við frændur okkar hér í Þorlákshöfn vil ég bara segja eitt. So long suckers. Það eitthvað svo rangt við þetta. Í fréttum þetta helst, neytendur unnu stórsigur í dag þegar Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms að myntkörfulánin séu ólögleg. Á sandi byggði heimskur maður höfn. Á sandi byggði heimskur maður höfn. Á sandi byggði heimskur maður höfn. Það eitthvað svo rangt við þetta. Á sandi byggði Já, hann þið. Já, það eru bara nokkra mínútur í þennan leik. Það er alltaf litla líkur sem engar að við náum einu svona jafntefli út úr þessu, þannig að sko, þessi Poulsen er náttúrulega miklu betri en þið allir til samans. En það eru áhorfendur sem hafa virkilega keypt sig inn á völlinn til þess að horfa á ykkur niðurlægða. Svo nú er bara spilin á leik. Já, sjálfur er ég að fara í frí nokkra vikur, þannig að við sjáumst bara í næsta tapleik. Eitthvað. Komum svo, strákar! Vantarið vesenisfrían endurskoðanda. Við höfum margra ára reynslu í að endurskoða bókhald án athugasemda. Þú getur klínt hvaða rugli sem þú vilt inn í bókhaldið, kúlulánum kvótasindli, vafningsfléttum, tæmt bótasjóði, logið til eigið fé og gefið kolranga mynd af hvaða vonleysi stöðu sem þú vilt og þú getur treyst í að við gerum ekkert nema kvitt og senda reikninginn. PricewaterhouseCoopers. Raunveruleiki EHF kynnir nýtt spil fyrir 3 leikmenn. AGS-spilið. Spennandi spil þar sem 1 leikmaður er almenningur, 1 er ríkisstjórnin og sá 3. er alþjóða gjaldeyrisjóðurinn. Getið þið lækkað skatta? Getið þið lækkað skatta? Lemur hugsa? Nei. Nei. AGS-spilið. Eina spilið þar sem allir tapa. Það er komið út, stærsta DFD-safn í heimi. Mesta aukningin var í skuldabréfum banka sem fóru úr 4 milljörðum upp í rúma 490 Metsölubók ársins 76 diskar stútfullir af frábæru efni. Ekkert aukaefni, bara blákalda staðreyndir. Lestur skýrslunar byrjar svo á RÚV eftir áramót og verður sýndur alla miðvikudaga næstu 20 árin. Vertu sá eini sem tryggir inntak núna.
Við kynnum jólaviðburð ársins, Frostrósir. Við kynnum stærri jólaviðburð ársins, jólagesti Björgvins. 600 tonn af gerfisnjó, englahári, piparkökulykt. Logandi grenitré. Jesúbarni tekur lagið. Alvöru dvergar. Minni dvergar. Sveitari söngkonur. Sveittari tenorar. Ný glerugu á Björgvin sem syngur dúett með sjálfum sér. Jólin í allri sinni dýrn sinnum sjö. Við færum þér kjarna jólana í eitt skipti fyrir öll. Iceland is the greatest country in the world. And more. You know, I wish I were an Icelander. In fact, I curse my mother for not having had sex with an Icelander. Is that enough? No, you have to say something more beautiful about Iceland. Icelandic men are the most manly men in the world. Way more manly than me. And Icelandic women are the most beautiful in the world. Way more beautiful than my wife. Okay. Okay, du komið. Honey, I'm coming. Honey. Náðu þessu! Jæja, þetta við síðan búin að ná botninum. Ég veit ekki, maður heldur það nú alltaf. Já, við erum alltaf búin að ná botninum svo oft. Ég veit hver búin að ná botninum oftar en Ísland. Nú? Já, Herjólfur. Herjólfur? Já. Skipið? Já. Góður. Dagur í lífi borgarstjóra. Guð minn góður, hvað hef ég gert? Stráka, þá það to-do-listinn og hjólreiðastígar út einn hjólastól á hvert heimili. Það var ekki, var það í planinu? Gnarr og bara hann talar. Það er bara, ég finnst það best. Poppa upp gangstéttið. Nei, pöngum þetta frekar upp. Bara að við getum það. Hvað pöng? Já. Og panta flug til Vopnafjarðar. Vopnafjarðar? Já, það er fyrir því dagur. Nei. Okay. Það er mikið að gera, maður. Heyrðu, það er búið að staðfesta ísbjörnin. Ísbjörn? Mörgæsir væri það ekki mikið finnara. Nei. Hvenær fer hann til Vopnafjarðar? Heiða! Nei, andskotin! Andskotans djöfull! Ha? Nei! Heiða! Nei, þetta ekki fyndið. Bara, gerðu svo vel, vinur. Já. Til hamingju með nýja bílinn. Takk hérlega. Takk. Góðan dag, útvarpssaga. Hello. Halló. They speak English. Við tölum nú íslensku hérna. Við tölum íslensku. Það er nefnilega dagur íslenskar tungu líka í Þokkabót. Nei, ekki íslensku, það er bara einsku. Nei, við hleypum því ekki gegn hér. Ekki öðru tungumáli vinna. Ef þú ert á Íslandi þá skaltu tala íslensku. Er það ekki? Hefur ekki gengið að læra það? Yeah, there's someone who's speaking English. Ha? There's someone. Herru, byrja þess. Nei, herru, þetta gengur ekki, sko. Það er stórlendur gall á bílnum. Nú? Útvarpið er fast á útvarpið sögu. Hér erum við stödd fyrir framann Alþingishúsið. Við skulum taka nokkra mótmælendur tali.
Hverju ert þú að mótmæla? Herðu, ég hef ekki lengur efni á nauðþurftum. Ég hef ekki lengur efni á því að kaupa í matinn. Ha? Ok, takk. Og hverju ert þú að mótmæla? Mótmæla? Bara, ekki neinu, sko. Ég bara, þú veist, að vekja athygli á því að ég er fáiði, sko. Við fáum ekki nógu mikla athygli í þessu samfélagi, sko. Og svo þegar eitthvað svona læti, þá bara mætum við. Lifi fáiðar! Takk fyrir. Þótt umrót setja áfram svip á samfélagið og víða sem við vanda að fást, þá er hér allt í himnalagi. Við erum miklu minna djúpum skít en við héldum. Ég á fullt af erlendum vinum sem hafa sagt með það að við séum ekki halvvitar. Bæði ráðamenn Rússlands, Kína, Norður Kóreu og ekki ljúga þeir. Hey, look alive. You too. Okay. Adiós. Sjáu þið Guðlaug Þór, djúpur á missan. Hvað ætlar hann að gera, Hjörvar? Ætlar hann að segja af sér? Nei, við sem þekkjum Guðlaug Þór vitum það gerir hann aldrei. Hvað er þetta? Þetta er ekkert. Þetta er engin snerting. Þetta er dívat, þetta er leikaraskap, þetta er algjör leikaraskap. Já, það er líka sorglegt að sjá svona hjá leikreindri konu. Furðulegt alveg. Engin snerting, þetta er ekkert. Sjáu Guðlaug Þór, sjáu þessa fótavinnu, hann hlýtur að vera kjúklingur í fyrralífi. Ballerína á lakkskóm. Síðast kveikti hann í sér, nú er hann að reyna að verða fyrir eggjunum. Það er allt reynt til að fá samúð fólksins. Hvað er málið með hennar lúðurinn? Við erum bara að hlusta á þetta vúvú sela kjaftaði í allt sumar. Fyrirgeðu. Og segðu svo þessum frændaðinum að hoppa upp í raskatu. Allir að dansa. Nú er landkynning. Allir að dansa. Nei, sérðu hver er þarna? Mikið er hann búinn að standa sig vel, hann Jóngnar. Svona svo kjarkmikil. Af hverju segir það? Nú, ég meina það nú kjark til að mæti drak í vinnuna. Þetta er hún Hanna Birna. Það? Já. Ég veit engan stað og ég við það sem stendur jafnvel ég skulda allan vel engin skítaskál bara skítilán gamli grafreiturinn það er bærinn minn. Þetta er töluvert breytt lið sem er stillt upp. Jóhann hefur gert 4 breytingar á byrjunarliðinu. Ögmundur er nýfarinn út af í fússi en kemur nú tvíaldur inn á aftur. Ég sé reyndar ekki Jón Bjarnason. Er hann á leiðinu út úr ríkisstjórninni? Jón! Það ringdi Sandi! Og sjáiði Jón Bjarnason! Ég hef bara aldrei séð aðra eins endurkomu. Hvaðan kom hann? Hvert er hann að fara? Og hvað er hann? Þetta er ótrúleg ríkisstjórn. Sama hvað gerist, hún kemur bara alltaf tilbaka. Góði landsmenn, af augljósum ástæðum hef ég kosið að breyta nafninu mínu
í Vala Nóló með bestu kveðju og gleðilegt ár, Vala fyrrum Grand. Leyfið börnunum að koma til okkar, Sunnudagaskóli Krossins. Bókmenntaþáttur í sjónvarpi, kvikmyndaþáttur í útvarpi, RÚV með puttan á púlsinum. Heyrðu, stopp. Það myndavél þarna. Ég er eins og rótkill hárið, ég er ekki að fara þarna framhjá. Er það tegju? Það er hjáleið hérna. Sjáum. Komdu. Frábært. Og ættu það að vera rök sem að þöngulhausarnir í stjórnarandstöðunni ættu að geta sætt sig við. En eitt er víst að við í ríkisstjórninni munum halda áfram ótrauð. Takk fyrir. Takk fyrir. Síðasti ræðumaður talaði í 4 mínútur og 3 sekúndur og gera það 3 refsistig. Næstur upp er hæstvirtur andmælandi tillögunnar Bjarni Benediktsson. Fundarstjóri, dómarar, meðmælendur, aðrir fundarmenn. Ég er myndarleg. Herðu, það var eins gott að maður kaus gegn þessu Icesave-rugli þarna í vor. Við erum búin að græða alveg nokkur 100 milljarða á þessu nýja samningi. Græða? Það nú meiri anskotans gróðinn. Nú þurfum við bara að borga 50.000 milljónir í staðinn fyrir fleiri 150.000 milljónir. Já, ég meina að þetta er miklu lægra og vextirnir og svona. Já, þetta er æðislegt. Lítur út að við klárum að borga þetta árið 2046. Já. Hvað er langt þangað til? 36 ár. Hvað ert þú gamall? Ég er 36 ára. Það er flott, þá getur þú haldið upp á 72 ára afmælið með stæl. Já. Nema, náttúrulega, samt, þú veist, 72, það er ekkert stóramæli, skilur við. Veistu að ef þú ferð alla leið, þá getur orðið drottning? Ég veit ekki hvernig við getum skorið meira niður í hana. Það vantar enn 14 milljarða. Já, allavega það. Já, við verðum að reyna að láta okkur dætt eitthvað í hug. Já, nú hægara sagt en gert. Heyrðu, það hallar. Og því nokkuð. Já, þessi niðurskurður er vissulega sár og mun ganga nærri helstu byggðum landsins. Já, en er engu að síður niðurstaða ríkisstjórnarinnar. Áfram Ísland. Góð daginn. Góðan dag. Þú átt heima. Stjórnlagaþing, maður. Það er spennandi. Látum okkur sjá. Þetta er meir en 500 manns. Jæja. Það er best að nota útilokunaraðferðina. Strikað út alla sem er eitthvað frekjulegir á svipinn. Jæja. Látum okkur þá sjá hverja ég þá búin að strika yfir. Allir sem hafa tekið myndina sína sjálfur, allir sem hafa nota orðin umhyggja og gagnsæi og sjálfbærni, allir sem líti út eins og þeir getur mögulega verið eitthvað klikkaðir, allir lögfræðingar, allir sem búið á landi, allir sem búið í 101,
Svo þarf ég að velja jafnt á milli kalla og kvenna. Fuck. Hver að þá að vera í 25. sætinu? Ég set kynskiptingi þar sem svona jöfnunarþingmann. Og þá eru 127 eftir. Já. Ég kýs bara þessa. Ingalind. Hún svo sæt. Á þessum síðustu tímum mjög mikilvægt að ráða hæfasta fólkið í hver starf. Ég geri mér algjörlega grein fyrir því. Og starf kynningarstjóra krefst mikilla og góðra samskipta við fjölmiðla. Já, ég held að þar hef ég mjög góða reynslu. Jafnvel meiri reynslu en ég kæri mig Já. Nú þá það bara bíll. Já. Hörðu, og þarna ertu með svona góða fartölvu. Já, þess alveg splunkunni og spræk. Bara gömul skjámynd. Það svo augljóst að þú ert langhæfasti umsækjandinn Bjarni minn. Á meðan hóran ferðast í leigubílum. Þetta vandamála bransi. Ég ásamt slatt af kynlífsmyndböndum sem ég tóku upp af mér og alls konar körlum sem hefði ekki hugmyndum að ég var að taka samfarir okkar upp. Þetta upptökur af mér með viðskiptavinum, einhverjum af kærustunum mínum og alls konar mönnum sem ég var að hitta á stefnumótum. Ég ætla að lesa upp úr Playboy fyrir ykkur. Hvaðan kemur þessi titill? Ísdrottningin. Sko, ég elska að gera svona snjóengla í bikini, sko. Þá ég bara í bikini en ekki snjóenglanir. Hvað hún að gera þetta? Hún áreita. Pizzastaður sem að... Hvað ætli Gunnar sé? Sem að var ekki skemmtilegur. Hann sé ekki áreita. Það kom svolítið svona feitt fólk þangað og sérstaklega þegar var megavika. Takk fyrir. Blessaðir Millir. Ég ætla að lesa hérna úr verki sem í vinslu. Gríp bara niður í miðri bók. Haukur Samúelsson. Víðigranda 20. Sími 55 53 03 01. Ég vildi ekki eitthvað skrifa svona. Haukur Samssonarsson. Bólagranda 32. Vegna miskilnings vill enn einn koma því á framfæri að það hægt að skila bókhjóninu Ben. Við getum samt engungu tekið við henni á þeim stöðum okkar þar sem heimilt að taka við spilliefnum. Þetta hún Sigga. Hún hjúkrunarkona. Hún á leiðinni í greiðsluaðlögun. Ég var skorin niður. Ég komin í greiðsluaðlögun? Já, þú ert að skila skattaskýrslu síðustu 3 ára á samt álagningarseðli. Þetta ætti að ganga hrætt í gegn, 2 til 9 vikur. Nei, þú ert með eyðublað 242 Þú átt að vera með 242 Bittu, þetta skjal ekki þinglist. Nei, farðu niður á 3. hæð, þar færðu fylgiskjal 4, blátt, ekki grænt. Ertu með fæðingabáttor? Þetta verður þá 80.000. Sko, ég á ekki krónu, ég næstu gjaldþrota. Þú færði þetta endurgreitt leið og mánuði gengi í gegn. Já, en ef ég ætti 80.000 krónur, þá væri ég ekki hérna. Já, þú getur tekið smálán. 1 SMS, þú fær peninginn á 7 sekúndum. Það eitthvað svo rangt í þetta. Frábær dagur í dag. Tek á móti
merkilegasta erlenda gestinum til þessa. Það með mikilli ánægju og stolti sem við tökum á móti og kynnum nýjan Íslandsvin Ísbjörninn Hnoðri. Sóli, við höfum að klappa núna. En þetta karlkyns ísbjörn. Af hverju hann karlkyns? Við getum ekki alið karlkyns ísbjörn! Alls konar aumingar! Hér eitthvað að gerast. Það einhver hreyfing þarna niðri. Hér fyrsti Íslendingurinn að ljúka skuldaaðlögun. Þetta ótrúlegt. Með þessu áframhaldi hafa allir lokið skuldaaðlögun árið 2153. Til hamingju. Þakka þér fyrir. Bjarni, þú hefur gagnrýnt ríkisstjórnina harkalega og sagt að hana skorti samheldni. Hver krafa Sjálfstæðisflokksins? Það til háboruna skammar að hér sitji ríkisstjórn sem hefur ekki umboð til þess. Jóhanna á að sjá sóma sinni því og rjúfa þing og boða til kosninga tafarlaust. Og hvenær viljið þið að kosningar fari fram? Við höfum alltaf sagt nei, engar kosningar. Við skulum bara leyfa þeim að sitja út kjörtímabilið. Segir Bjarni Benediktsson, gjörspilltur lögfræðingur úr Garðabænum. Ertu alveg örugglega ekki með neitt handan mér? Nei, því miður. En sko, ég til í hvað sem er. Hvað sem er? Já, við erum náttúrulega með hlutastarf nokkra mánuði. Já. En, þetta mannskemmandi starf. Þú myndir bara örugglega aldrei jafna þig á því. Nei, mér alls sama, ég þarf bara að fá vinnu. Jæja, þá. Nei, þetta... Þetta versta starf í heim, þetta bara ömurlegt starf. Í alvöru? Nei. Jú. Ég trúi ekki að það sé svo slæmt. Ég veit ekkert hvað ég ætla að segja, en ég verð að reyna að segja eitthvað. Þar sem ég formaður. Þetta lýðskrum. Ríkisstjórnin hefur ekki skilning á því sem hún að fjalla. Þeir sem sendu mig í frí vegna vanhæfis og spillingar. 90% af þjóðinni eru fáitar. Ég talaði við bændurnar. Og það reyndi sandi. 100% af þingheimi eru fáitar. Ég alveg til í að stíga til hliðar. Við þurfum ekkert að rannsaka þessa einkavæðingu. Af hverju var ekki hlustað á okkur framsóknarmenn? 20% afskrifti. Þetta var alveg frábært frí sem ég var í og ég tel að fleiri ættu að fara. Við í borgararhreyfingunni, óháður í vinstri grænum. Þetta erfitt. Þessi skýrsla bara að þvælast fyrir okkur. Þó svo að maðurinn minn hafi fengið nokkrar milljónir afskrifaðar, þá kemur það mér bara ekkert við. Eitthvað finnst mér eins og það sé yfir mér að dofna. Ég og stjórnin ætlum að endanlega sofna. Ég þekki norðmenn. Við þurfum náttúrulega að fara yfir þetta. Og við sjáumst á Katalínu. Þetta að segja á barnum, ekki á... Já, þú hefur kannski áhuga líka. Engin færingar, takk. Og þið vitið hvað þetta er Hamraborgin, svart, húsið. Ég algjörlega ótengdur braskinu hjá Sjóvá. Þó svo ég hafi verið eigandi og með allt ákvörðunarvald, þá var ég ekkert tengdur því. Jæja,
Það alltaf að vera brjála hérna inni á þinginu. Við skulum fara inn og skoða. Þessi vinstri stjórn handónýt. Hér verður einhver að taka við sem getur stjórnað. Ég ætla bara ekki að gera það. Djöfull nenni ég þess ekki lengur. Af hverju má ég ekki ráða son minn? Hann eitthvað verri en aðri synir? Ég ekki feitur. Þetta var alveg frábært því. Sem getur stjórnað. Þá var ég ekki Hei, haldið þið kjafti. Finnst ykkur alveg eðlilegt að ropa hérna og röfla í ræðustólnum eins og af gömlum vana? Það ekki allt með feldi þegar úti sýtir þingmaðurinn algjörlega geldur. Væri ekki skynsamlegt að hætta að berja hver á öðrum og hleypa loftur sem pólitísku prumpu fílu blöðum. Á meðan skattmann, Loki og skrattanni skreita börnin okkar með hlekkin út af skuldamanda byggðum á börnum rétt í skekkin. Við viljum ekki heyrum fleiri afskriftir á lánunum hjá útvöldum líkingum skrúkrímanum, kjánunum, þessum sjúku er að púgum með kúkin upp á bakinu sem stungu síðan af og skildu þig eftir í brakinu. En ætti miður, engin friður, okkur þarf að skera niður. Ójöfn þessi kaka alveg svaka, en við höfum líka hrakist fyrir á hlakanum og komið sterkt tilbaka. Við sofnuðum að verði en í kvöld skulum við vaka. Nýja, neitum því sem veitt að neita og byrjum að breyta. Gleðileg nýja, við skulum varpa því besta og við okkar besta. Gleðileg nýja, þessu annarlega ástandi. Við erum færri en íbúar en að götu í einhverju útlandi. Nokkur þúsund ræður eins og systur öll á bræður. Kynntum nýtt bál og blásum lífi gamla klæður. Nýtum okkur fámennið og tökum saman höndunum. Það líka allt í flokki fullt af hinum löndunum. Í Portugal, Bretlandi, Írlandi, Grikklandi og ameríski draumurinn í dauða fegins Greiklandi. En hér vil ég vera og beinin mín bera. Hér svo margt gott sem við verðum að gera. Þessi vísitölu krakki ekki vandamálapakki. Heldur kynslóðin sem ætlar sér að arfa allt heila klappið. Því framtíðin hún býður og framtíðin hún býður ekki upp á sömu mistök og við gerðum. Held nú síður, skrifum sögun upp á nýtt og snúum baki yfir gófunum. Dönsum út á götu og gefum hafa lófunum. Nýja, kollverðum og köstum á bálið. Beinum íslenska snálið. Gleðileg nýja, nú framtíðin niður börnum og bannlegin nefnum. Gleðileg nýja, nýja, nýja. Hei, standið upp á stólunum í stífpressuðu kjólunum. Hendi slæmum hugsunum og haldi rass í buxunum. Í innhverfum og úthverfum, í áramótapartíum. Faðmið alla frænkurnar og finnir síðan sprengjurnar. Og hamrið upp í heiminin einhver heitustu óskir. Við komast út úr gjóskunni á þvermáskun og þjóskunni. Og með samvinnu og samstöðu